Davíð Tómas, einn af okkar betri körfuboltadómurum, dæmum ekki hérna út í hérna heimi, fyrirhandi rappari, alltaf mann ég hlustaði grimt á það þessum tíma. Já, gaman að heyra. Og hérna kann einhverja texta utanaf, ég kannski geymum það til lengri tíma, til betri tíma. Já. Velkomin í 24/7. Já, takk fyrir. Og ég hérna, eins og þú kannski kíkt eitthvað á þættina, þá þetta vanalega sömu svona spurningar sem ég fyrir gegnum. Einmitt. Sem fyrir við bara í einhverja samræður, sko. Já, gaman. Eitthvað að jögla og pæla, sko. Þannig að ég að spæja bara hjóla mér í þetta. Já, hljóma vel. Hver þín saga? Vá, hún er bara svo löng, sko. Hvað á maður að byrja, sko? Hvernig myndir þú lýsa, ef einhver væri að bara kynnast þér fyrst skipti, hvernig myndir þú segja þína sögu? Sko, já. Já, hún er svona bara, ég myndi segja að það væri svona dálítið baráttu saga, sko. Búið að vera svona mikill mótvindur í gegnum lífið, sko. Og búið að vera svona mikið ströggl á mörgum sviðum og búið að vera svona mikil baráttu saga. Og ég held að það sé svona stutta útgáfan, sko. Heldur að þegar maður sé þá svona ákveðin þrautsegja og ákveðin mótbyr og... Já, svona þrautsegja og mótbyr og svo svona hvað ég segja, konstant þörf fyrir því að þróast og þroska sem einstaklingur, sko. Og það hefur verið rosa auðvelt að einhvern veginn upplifa bara mótbyr og svona vond spil á hönd og einhvern veginn bara sætta sig við að það væri lífið, sko, og ekki gera neitt við það, sko. Og þannig ég myndi segja svona, já, að svona einkenni sögu minna væri svona baráttu saga, sko. Það er ákveðin þema. Og hvað hérna, fyrir kannski í það eftir, en hvað að svona, eitthvað sem, eitthvað að þinni sögu sem hefur svona einkennt einhver svona, hvað ég segja, svona punktar, vendipunktar? Já, það eru bara opaslega margir vendipunktar og og kannski svona helsti vendipunktur sem ég áttaði mig ekkert almennilega á fyrir ég bara, fyrir svona 3 árum, 3-4 árum, þá svona bara einhvern veginn heltist það yfir mig hvað þessi tiltekni punktur í mínu lífi er búin að hafa mikil áhrif á allt mitt líf, sko. Maður einhvern veginn hefur dustað af sér og ekki verið að spá mikið í það og einhvern veginn maður hugsa bara að það sem var hjá manni þegar maður var lítill var kannski bara einhver leiti eðlilegt og ætti ekki að hafa áhrif á mann á fullorðins aldur, sko. En mamma mín er alkohólisti og hún missir forræði yfir mér þegar ég er bara lítill og fer á svona upptöku heimili eða svona úrræði á vegum barnaverndarnefndar og það bara, ég er búin að vera að greina og svona grúska í þessu málum nú síðustu 3-4 ár og þetta er bara búið að hafa svo mikið víðtæk áhrif á mín persónu einkenni og bara á mín svona á mína svona mitt sæki, sko, mína sálu bara og eitthvað sem já, svona ég gerði mig ekkert grein fyrir á yngri árum, sko. Og svona gerði mig ekkert almennilega grein fyrir en ég fór að kafa eitthvað ofan í það, sko. Og hvað finnst þið sá vendipunktur hafa gert fyrir þig í þínu lífi? Alltaf hafði bara svona, hafði svo óbáslega svona, já, bara slæm áhrif, sko. Og bjóð til bara eitthvað svona hól, sko, innanmanni sem að maður er einhvern veginn búin að vera að reyna að púsla saman, sko, bara allt sitt líf, sko, maður er búin að gera það með alls konar leiðum, sko, misgóðum, flestum bara mjög slæmum og maður er einhvern veginn búin að reyna að fixa eitthvað drasl innan með sér sem að maður vissi ekki almennilega hvað væri og það er búið að hafa svo óbúslega mikil áhrif á ákvarðanatöku og búið að hafa svo óbúslega mikil áhrif á bara stefnuna sem maður er að taka og það hefur líka bara haft svo mikil áhrif á svona persónu einkenni, sko. Maður var bara einhvern veginn með svona sturlaðan ótta, bara almennan ótta við höfnun og það einhvern veginn kemur út frá þessu bara þegar maður er já, þegar maður fer í gegnum þetta að maður er lítill, að maður var svona upplifið brjálaða höfnun frá foreldrum sínum og svona fólkinu kringu sig og þetta er einhvern veginn bara búið að lita allt mitt líf, eitthvað svona sturlaðar ótti við höfnun og sérstaklega ótti, sko, höfnum frá konu sem bara líta inn í einhvers konar ástarsambandi genn tíðina og þetta er búið að hafa svo víðtæk áhrif, sko. Og maður svona einhvern veginn gerði sér ekki almennilega grein fyrir þessu fyrir svona 3-4 árum og já, búið að vera svo mikið vinna, sko, að reyna að laga þetta, sko.
allt, sko, búið að vera ógeðslega mikið vinna, sko. Þannig að fyrir svona, eins og segið, 3-4 árum þá áttar á hvað þetta hefur haft mikil áhrif á lífið þitt og það hefur haft ýmis áhrif á þín ákvarðanatöku og afleiðingar í þínu lífi. Algjörlega. Og að þú svona verið að vinna því að breyta þessu og það hefur verið erfitt. Já, veist, það bara búið að vera ógeðslega erfitt, sko, því þetta bara, veist, þetta gerist í þessu óbærslega ungur og einhvern veginn bara allt lífið, mín persóna og svona persónaeinkenni þau einhvern veginn þróast út frá þessu og veist, og getur ímyndaði bara að maður veist, maður bara eitthvað fraktskip, skilur, eitthvað risastórt skip og maður átt að sjá því að maður bara ekki að sigla í rétta átt og maður þarf að snúa skipinu við og það bara djöfisins vesen að gera það, sko. Það tekur skipi bara langan tíma að geta snúið sér í 180 gráð, sko. Þetta ekki hraðbátur, skilur, sem ég get bara spinnað á nóinu, sko. Þannig að það búið að vera svona að vinna, sko. Það svo mikið, þetta búið að hafa svo mikil áhrif, sko. Búið að vera svo, þetta búið svo margþætt, sko. Þannig að maður kannski tæklar eitthvað eitt atriði og og maður hugsaðar að nú þetta bara komið, skilur, og svo bara líður aðeins tíminn og maður fer svona aðeins dýpur ofan í þetta og þau sem maður bara vá, það bara 46 önnur atriði, skilur, og bara hvar á ég að byrja, sko. Þannig að já, veist, þetta búið að vera djöfis vinna, sko. Algjörlega, og bara skiljanlega, við viljum alltaf að þetta sé bara 1 dagur að vika og síðan bara þetta komið og maður þarf ekki að gera neitt meira, sko. Akkurat. Eða fá bara fá einhverja svona einfalda lausnir við flóknum vandamálum, en það þarf við vilt bara mikla vinnu í að, sérstaklega þegar maður bara að vera meðvitaður sko, kannski hvaða sögum maður að fylgja og hvað gerði það verkum að maður var að kannski lifa einhverju sögum eins og þú til dæmis að það var bara ótti við höfnum sem enginni söguna. Veist, ég var þessi sem var mér á hafnað og þess vegna hefur það leitað bara samskipti með annað fólk og alls konar aðra hluti, þannig að það tekur bara örugglega miklu meiri tíma og kannski miklu meira krefjandi heldur en að fólk gerir sér grein fyrir, því að eins og segir líka að þá heldur maður alltaf að maður sé komið með þetta bara hún er góður, þá allt í hennu poppar einhver upplifanir í lífinu sem er bara af hverju náði þetta tíminn, af hverju bróst ég svona við, af hverju gerði ég þetta en ekki hitt, þannig að maður aldrei komin á þann stað sem maður bara hólpinn og maður alltaf stöðugt að grípa sjálfa sig og vinna því að vera betri, sko. Akkurat, og ég sá þetta svona fyrst svo ofboðslega sterkt 2012. Ég sá hann búin að eyða lífinni að reyna að fylla upp í einhverja hólu sem var búin til og búin að gera það með mismunandi aðferðum og svona byrjaði svo ungur og bara snemma í fíkniefnaneyslu og það er svona búið að einkenndi unglingsári mín og svona yngri fullorðinsári mín og svo bara kemst ég á þann stað að ég finn bara og gerir margar tilraunir, fer í margar meðferðir og gerir margar tilraunir til þess að reyna að hætta að drekka og nota fíkniefni og svo bara kemst ég á þann stað að ná að hætta því og ég hugsaði þá bara, vá, nú er þetta bara komið, skilur, nú er ég bara orðin edrú og bara núna er fullum bata náð, sko. Svo bara ég kannski búin að edru í 4, 5, 6 mánuði og ég fyrir svona þess að kafa sko dýpra onni í persónuna mig og þá bara, það bara eins og jólasveinalistin, sko, það bara, hver hluturinn á fætur öðrum, sko, það bara, ég vissi ekki hvað ég átt að byrja, sko. Nei. Og þannig, já, þetta svona svolítið þannig og ég er búin að upplifa það gegn tíðin að því að tökum okkur einu atriði að þá bara 2-3 mánuði setna er ég komið með einhvern nýjan þroska sem að læta mig sjá að það eru bara 12 atriði viðbót, sko, sem þarf að laga, sko. Ég fylgir svolítið að, sko, að maður sé alltaf þeirri veg fyrir að láta okkur gamlan eiginleika sem er ekki virði fyrir núna að deyja og láta okkur nýjan endur fæðast í staðinn. Já. En ég langar að spyrja þig, sko, hvað hefur virkað vel fyrir þig þá? Ég veit að þetta er kannski stór spurning, en hvað hefur virkað vel fyrir þig að snúa sig við þessi olíuskipi? Það sem hefur virkað, sko, best og það sem hefur svona einkennt svona mína persónu mjög mikið frá 2012. Það hefur verið svona mikil sjálfsgagnrýni. Þannig að ég upplifi og ekki svona neikvæð sjálfsgagnrýni, heldur bara svona heiðarleg sjálfsgagnrýni. Þannig að í staðin fyrir, hefði geta verið svo auðvelt fyrir mig að vera bara óbærslega reiður
og bara vera ógeðslega og fara í svona sjálfsvorkun og bara vera sár og fúll út í fólki í kringum mig og út í foreldra mína og hugsa mér að ég á svo bágt og ég get nú ekkert gert neitt betra en þetta, eitthvað svona, fara í eitthvað svona pakka. En það bara hjálpa mér svo ofboðslega mikið að upplifa skilning, sko, og skilja aðstæði sem voru þegar ég var yngri og að upplifa, ég get ekki gert neitt í því, en ég get gert eitthvað í því sem er í gangi hjá mér í dag, sko. Þannig að hvernig get ég laga það sem er í gangi hjá mér og hvað er í gangi hjá mér og tekið fulla ábyrgð á því sem að er mitt að taka ábyrgð á, sko. Þannig að þó að kannski í grunninn það sé ekki mín sök að einhverju leyti, þetta er það líka að einhverju leyti, en að einhverju leyti er það ekki, byrjunin er ekki mín sök. Þannig að þá verður ég að taka ábyrgð á afleiðingunum, sko. Og það er búið að vera svo svona frelsandi og gefandi og þroskandi fyrir mig sem persónu að þurfa ekki að vera í eitthvað svona the blame game, skilur, vera ekki að benda á að segja hlutinni sér einhverjum öðrum að kenna, heldur bara að geta sett kassan út og sagt bara, ok, svona er þetta bara og ég þarf að gera eitthvað í þessu og hvað ætla ég að gera í þessu, sko. Þannig að það er búið að hafa svona kannski mestu svona jákvæðu áhrifin á þetta ferli, sko, að vera bara svona hreinskilin og opiskál með það sem að ég get haft áhrif á og breytt því, sko. Algjörlega, mér finnst það svo falleg nálgun því að þetta er einmitt það sem bara rannsóknir í sálfræði sína fram á, sko. Það er að, sko, ef þú skilur söguna hérna og skilur einhverja svona punkta í þínu lífi eða einhverja atburði eða eitthvað svoleiðis og þú nærð að skilja það og nærð að draga eitthvað gott frá því, kannski ekki, að nærð að líta á þannig að þú getur haft áhrif á sögunni í framhaldinu, þó svo eitthvað gerðist og þessi einhverja staðendur í sögunni. Þannig axlar ábyrgð og þeim einslingum vegnar miklu betur vel í lífinu og upplifir miklu meiri tilgang og sálfræðilega veljan og svo framvegis. Þannig að það virðist vera rosa mikilvægt fyrir okkur að skilja, það náttúrulega getur verið erfitt, þá þurfum við náttúrulega bara að skilja hvað er búið að gerast og hvað gerðist og draga einhverju svona merking úr því og síðan einmitt að axla ábyrgð út frá því sem hjálpa manni að betur að eiga við í rauninni lífið í framhaldinu, sko. Því að mér fannst þetta orðað, þetta er ekki þín sök, skilur, í rauninni. Ég meina, og það er kannski bara staðarinn, skilur mig, en bara þitt hugafar með að taka samt ábyrgð, ákveða þrátt fyrir að þetta hafi verið svona, að þá ætla ég samt að taka ábyrgð hvernig ég haga lífinu mínu í framhaldinu, finnst mér bara rosalega fallegt öflugt, sko. Einmitt, og það er búið að vera, sko, nú er ég er barnlaus. Já. Og búið að vera svona gól hjá mér síðustu 4 ár að, eins og foreldrar mínir áttu bara svona sérstakæstu æsku, pabbi minn var bara ólst upp í mikilli fátækt og hann þau eru dálítið gömul, bæði foreldrar mínir, pabbi fæddi 44 og bara ólst upp á svona sveitabæ með 6 eða 7 systkinum og pappan stóð þegar hann var 5 ára og bara, hann þurfti að hætta í skóla þegar hann var 10 ára og fara að vinna á heimilinu og þetta var bara rosa mikil fátækt og svona erfitt og hann er svona einhvern veginn að taka það inn í lífið sitt og það er svona gamaldags, svona old school að vinna ekki í þessum málum, skilur, pabbi fór bara á sjóinn og einhvern veginn gerði aldrei neitt við þetta, skilur, var bara sjóari og harkaði allt af sér og vann bara rosa mikið og einhvern veginn svona dílaði ekki við þetta og sama með móður mína, hún lendir í einhverjum áföllum og eitthvað bara svo lífið er, skilur, bara lífið er sama safna alls konar áföllum, skilur, og hún einhvern veginn vann aldrei úr því, sko. Og svo foreldrar þeirra hafa verið að lenda í ykkur og ekki unni úr því og það er smitast yfir í þau og svo er þeirra áföll að smitast yfir í mig og ég hugsaði bara fyrir svona 4 árum að bara hinga og ekki lengra, sko. Ég ætla ekki að smita áföll, sko, langafa míns yfir í börnin mín, sko. Ég ætla bara, þetta stoppar hér, sko, ekki lengra, sko. Og það er svona búið að vera svona mitt aðalsmerki, sko, bara síðustu ár að bara, laga allt drastlið sem er í gangi, sko, í lífinu og reyna að vera svona sem allra besta útgáfa sjálfum mér og ég mögulega get, sko. Og svo gengur það bara opaslega misvel, sko. Það er bara lífið, sko, þetta er eilíða markmiðið, sko. En vinnan er, sko, ongoing og það er það sem skiptir máli, sko. Algjörlega, halda áfram.
stöðuleikinn í vinnunni líka. Akkurat, sko. Og að þú veist, alltaf, það ekki alltaf bara, það eru hægðir og lægðir í þessu, sko. Það bara staðrendur í lífið, sko. Það líka ekkert gaman að við værum bara alltaf í hæstu hæðum, sko. Nei, akkurat. Það þurftu að vera ennþá hægri hæði til þess að komast, sko, það þurftu að líða ennþá betur til þess að komast ennþá lengra, sko. Akkurat, sko. Það ekki, þú veist, þetta ekki svolítið að balansera út hvort annað, sko. Akkurat. Sem lærir maður svo mikið af læðunum og svo framvegis. Já, algjörlega, sammála því. En klálega, það mjög vel gert hjá þér. Hvaða bók hefur haft mest áhrif á þig og hvað lærður af henni? Það er eiginlega 3 bækur. Ok. Já, eða svona eiginlega 2 bækur, ég myndi segja það. Ok. Það er hérna bókin með David Goggins. Já. Sem ég er bara búinn að speysa út hvað heitir núna. Hún heitir hérna... Já, vá. Can't Hurt Me. Can't Hurt Me, já. Can't Hurt Me. Hún er alveg ótrúleg, sko. Já. Og ég tengi svo mikið við hann gæja, sko. Tengi svo mikið við, þú veist, þetta mótlæti og svona mótvind sem hann upplifði í lífinu og tengi svo mikið við þetta mentality að bara, þú veist, að segja skili við þetta drasl, sko. Og bara fara einhvern veginn í gegn, sko. Og já, veist, þannig mér varst hún alveg ótrúleg, sko. Og svo er ég líka svona mikið íþróttaþengjandi, sko, og er að þjálfa bootcamp í sporthúsinu og svona er mikið í íþróttum sjálfur og mikið að hlaupa og í þríþraut og bara you name it og og þetta einhvern veginn er svo mikið motivation, sko, inn í það. Maður einhvern veginn, veist, maður er einhvers staðar alveg að deyja og svo hugsa maður bara, veist, hvað myndi Goggins gera núna, sko. Veist, hann er náttúrulega algjörlega ótrúlegur, sko. En svo er önnur bók sem að mér finnst vera bara einn magnaðasta bók sem ég lesi og hún heitir Factfulness. Já, með Ryan Gosling. Hans Rosling. Ryan Gosling. Með Ryan Gosling, sko, já. Það næstu bara við, Hans Rosling. Hans fucking Rosling, sko, mistari. Og það sem er svo magnað hana, að þetta er gæi sem er búin að vera bara bara prófessor og búin að vera í einhverjum rannsóknum, veist, ævistarfið hans, þetta er ævistarfið hans. 40 ára ævistarf. Og hann bara ákveður að skrifa þessa bók og síðan deyr hann, held að hann fengi briskrabbamein eða hann var allavega að fekk einhvern sjúkdóm og deyr og ég kaupi þessa bók á $5 eða eitthvað á einhverju svona hljóðbóksveitu og hún er lesin upp fyrir mig á 11 klukkutíma, veist, þetta er svo mikil gæði, sko, ég er að fá ævistarfs þessa manns fyrir $5 og upplestur á 11 klukkutíma, þetta er náttúrulega djóks, hvað þetta er mikið gæðis. En þessi bók, hún bara, og svona ekki marga bækur sem ég upplifði þetta með, að hún bara breytti, sko, heimssýninni minni, sko. Hún bara svona einhvern veginn kollvarpaði sýninni minni á heiminn, sko. Já. Og magnað svona, maður með einhverjar, maður hugsaður að maður sé svona bara temmilega klár strákur og viti alls konar hluti og svo fer ég í þetta The Factfulness Quiz sem hann tók í byrjun og ég sagði, búin að fara í þetta og ég sagði, já, ég er nú með kannski svona 10 af 13 11 af 13, hugsaði og svo var ég að fara í svörin og stíldi það með 2 rétt af 13 af því að heimsmyndin manns er bara svo brengluð, sko. Algjörlega, þetta er spurningar þetta er 12 spurningar eða ekki stöðu heimsins í dag. Já. Hvað var það bara menntun og fátækt og alls konar þannig mál og bara hversu margir með rafmagn og hversu margir ungar stúlkur fá menntun, alls konar svona spurningar og hann er ekki alltaf að voru saman við apa sem taka þetta og apa sem taka þetta sem bara gíska á eitthvað að þeir ná hvað, 1/3 rétt eitthvað svoleiðis. Já, og maður svona, og flestir ná yfirleitt verri svörum eins og þú, verra ratio heldur en apanirunni, sko. Já, af því að maður, sko, veist, maður er bara búin, veist, maður er svo smitaður af því sem maður fær úr fjölmiðlum. Já. Að maður er bara, veist, og í grunni snýst þetta að hann er að segja að ástand heimsins hafi aldrei verið betra. Ná, sem er bara staðreynd. Sem er staðreynd, skilur, en þegar maður opnar vísir eða eitthvað, þá bara líður manni eins og heimurinn sé það sé bara Armageddon, sko, ekki á morgun heldur hinn, sko, bara stokka upp on beans og bara fara í kjallarann, sko. Já, ég minna, það er bara ofbeldi, það er morð, það er COVID, það er umhverfandi fjandar, loftslagsbreytingar, það eru, þú veist, flugslys, það er bara... Akkurat.
og maður er bara komið með kvíðaröskun sko, að opna fréttabila þetta er allt mest lesið fyrir já, hvað er að fara að gerast í dag og svo er maður að lesa þessa bók og bara, maður fær bara svona relief, sko, maður svo bara ok, vá, sko, hvað er bara gott og svona heilandi, sko, að sjá að heimurinn er ekki niður í nýslu, sko, eins og maður held, sko. Nei, nákvæmlega, mér finnst það áhugavert, sko, maður held að hafa verið staðið þessar bóka, það var frá árum 2015 var markmið hjá United Nations að minnka fátækt helming. Já. Það tókst árið 2013, sko. Einmitt. Og þú veist, það er markmið að útrýma fólki algjöru fátækt sem lifir á $1,9 á dag eða eitthvað svoleiðis. Að þá útrýma öllu því fyrir árið 2030. Já. Þú veist, akkur er ekki bara allir talandi þetta allstaðar á götunum og fjallmynda, skilur. Akkurat. Og þetta er náttúrulega málið, sko. Þetta er bara hvað fjölmiðla maskinan er mikið power, sko. Og hvað við erum einhvern veginn sjúk í rugli, sko. Hvað maður einhvern veginn, maður svona dregst inn í ofbeldið og svona natural disasters og veist, maður bara, þetta er að fyrsta sem maður klikkar á, sko. Já, ég held að sé, sko, þetta er flókin leikur, því ég held að sé, sko, fyrst, sko, ástæðan af hverju, sko, þetta grípur okkur, ég held að sé frá náttúrunnar hendi. Við erum, frá náttúrunnar hendi erum við bara, viljum við forðast ógn sem hugsanlega getur valdið okkur skaða. Þannig að þú veist, þetta neikvæða, það grípur okkur miklu meira. Það er bara út af þróuninni. En síðan er þetta náttúrulega leikur fyrir fréttamiðla. Fréttamiðlar láta eins krassandi fyrirsæðanum við mögulega geta, vanalega neikvæðar, til þess að við klikkum á þær, til þess að þeir fái klikk, svo þeir geti haldið áfram að selja auglýsingar á sínum miðlum og fólk koma áfram að þeirra miðla. En við erum náttúrulega líka að klikka á fréttinar. Akkurat, sko. Þannig að þetta er svo, það er þessi spírall, sko. Akkurat, sko. Og hellaður spírall, sko. Já, og þú veist, og maður skilur það, þú veist, það myndi að koma einhver, þú veist, fólk er miklu ólíklegt til að klikka bara á jákvæða fréttir. Sem er náttúrulega, þú veist, sem er aðalatrið, sko. Maður á ekki að vera það, sko. Maður á að vera að sækja í þetta, sko. Sækja í jákvæða orkuna, sko. Og the positive vibes, sko. Já, nákvæmlega, það er nú einhverja síður, það heitir eins sem heitir humanprogress.org. Já, einmitt. Það er bara jákvæða fréttir. Akkurat, skemmtilegt, koncept. Já, það er það, og af því að þú veist, eins og við tölum aftur sko, factfulness, þá er það bara punktur á þess að stáa, bara það er miklu minni fátækt. Það er ekki þessi, það eru kannski 8% af löndum sem er ennþá í rauninni er í þróunarlöndin, eru að þróast sem lönd og hinn eru öll sko þróðulöndin, það er restin, það eru sko 92% eða eitthvað og þetta sé ekki í rauninni þetta skipti í einhver 2 stig, þetta skipti í rauninni 4 stig í rauninni, það er bara sem fær litla sem enga innkomu, síðan sem er millistigi sem fá bara svona, manni hvað var næsta stig fyrir ofan hana $1,9 á dag var heldur $16 sinnt og það var alls konar, ég mæli með að fólk lesa þessa bók bara og síðan var næsta stig $24 eða eitthvað svolítið á dag og þar var betið aðgangur á vatni og allt svo framvegis en punkturinn er kannski að þú veist, að það eru fleira að fá menntun, það eru minni ungbarnadauði, fólk er að lifa lengur þú veist, það er það eru færri sko dauðsföll á svona slísum, svona natural disasters veist, og það er dýr sem er í útrýmingahættu, það voru 3 tegundir sem voru í mikill útrýmingahættu og veist, þær eru ekki eins mikill útrýmingahættu í dag, veist, það er svona bara progress, sko. Heimurinn er í progress, sko. Og já, veist, það er svona það sem manni finnst áhugaverðast þessa bók, sko. Þetta breytti þinni heimsýn þannig að þú hélst að heimurinn væri á miklu verri stað heldur en er á og þannig að fekkstu einhverja upplýsingar sem gáðu til kynna að heimurinn hefur aldrei verið góður á okkur í dag þrátt fyrir, og við erum við ekki að segja að heimurinn getur gjörið betri, sko. Þetta er bara að benda á það að það búið að vera svakalig bæting síðust ár, en það er fullt af áskorunum og svona. Algjörlega, sammála því. En það segir okkur samt ekki það að heimurinn sé ekki góður og sé gott að vera á lífi í dag, sko, með hvernig það hefur verið. Og það sem þetta gerir svo mikið fyrir mig er að þetta fór að sko breyta sýn minn á því hvernig ég er að meðtaka upplýsingar. Af því ég hugsa, af hverju held ég alla þessa hluti? Hver er ástæðan fyrir því að þetta sé að fyrsta sig hugsa að heimurinn sé á hræðilegum stað og ég fer að skoða það hjá mér og það lét mig átta mig á því að hvernig ég er að meðtaka upplýsingar og hvaðan ég er að meðtaka upplýsingar er kannski ekki frábært, sko. Og ég þarf kannski eitthvað að skoða það, sko. Já, og þetta er svo
svo fín lína, því maður svona hefur verið á tímabil sem maður hefur bara ekkert farið inn á miðlana. Þá kannski kemur einhver að ræða málinu og maður er bara, hvað er það að tala um? Þú veist, hvað er í gangi? Ertu ekki að fara að vísi? Ertu eitthvað skrítið? Þú veist, fattar mig? Þannig að, og síðan fer maður inn á þetta og þá er maður alltaf komin í einhverja massífa fréttir og bara, fær bara eins og þú vorst að segja, bara ákveðin einkenni kvíða og fleira, sko, með því að fara inn allar þessar fréttir, bara hvert er heimurinn að fara, sko. Þannig að, áhugavert. Já, þetta er nefnilega mjög áhugavert. Hvað hélstu einu sinni að það væri satt sem þú ert öðru máli í dag? Er eitthvað sem þú þurft að aflæra? Já, ég hélt einu sinni að það sem ég hugsaði væri bara mitt einkamál. Já. Og hefði ekki svona, langvarandi áhrif á mig eða mína líð eða mitt líf. Að ég gæti bara að hugsa það sem að mér sýndist og það myndi hvað sem enginn vita af því hvað ég var að hugsa. Og ég geti bara hugsa hvað sem er og að það hefði í grunninn engin áhrif af því að það væri bara hugsanir og oh boy, was I wrong það er búið að vera svona mín stærsta hvað var að segja, svona upplifun og svona eitt af stærsta sem ég átta með á í lífinu, sko. Hvað bara hugsunar mynstri manns og hugsunar ferli manns hefur bara mikil áhrif á, sko, nummer 1 mann sem persónu og nummer 2 bara á, sko, stefnunar í lífinu sem maður að fara, sko. Það er bara, þetta er ótrúlegt, sko. Þannig að, já, ég myndi alltaf að svara þessu þannig. Já, nú þú helst svona þín trú og þín viðhorf og það sem poppar upp í haustum að það hafi engin áhrif og maður getur bara hugsað hvað sem er í rauninni og rauninni komst að því að svo er ekki alveg raunin. Já. Og hvernig komst að því og hvað lærður þú? Ég lærði að hugsanirnar mínar hafa bein áhrif á líðanina mína, sko. Og líðanina mín hefur bein áhrif á hegðunina mína. Já. Og stundum tala um þetta sem HLH, hugsun, líðan, hegðun. Og ég man þegar ég var lítill að þá sagði mamma eins og við mig þegar einhver var að haga sér einhver leiðilegur í skólanum eða eitthvað, þá sagði mér, já, það honum líður bara illa. Og ég eitthvað svona, já, ok, þannig að einhver er að láta eins og astni, að þá líður honum illa. Og ég eitthvað, ok, það er mega sense. Og síðan bara var ég eldri og fór áttum að því að mér bara leiði ekki vel, sko. Bara svona day to day, bara leiði mér ekki vel, sko. Og ég vissi ekki að ég hef, sko, fulla stjórn á því hvernig við líður. Hélt ég bara að svona utanakomandi áhrif væru það sem væri að láta mér líða illa, sem væri að láta mér líða illa, sko. Og það var síðan ekki fyrir ég fattaði það að hvernig ég er að hugsa er að hafa bein áhrif á hvernig mér líður. Og það er síðan að hafa áhrif á hvernig ég er að hafa mér, sko. Þannig að aftur þá bara var ég á skipinu, skilur, og fyrst að fara frakt skipinu sem var að fara þangað og ég sá bara að það var ekki að fara í rétta átt, sko. Ég þurfti bara að snúa þig við, sko. Og ég er búin að vera að hugsa automatísku hugsanirnar mínar, bara allt mitt líf hafa verið neikvæðar. Þannig að eitthvað gerist og bara fyrsta sem ég hugsa er bara eitthvað neikvætt. Ég hitti einhvern nýja mann og hugsa bara, vá, þessi er asnalegur. Eða þessi nennir ekki að hlusta á mig eða ég fyrir eitthvað er í vinninni, ok, þetta er leiðilegt eða bara you name it, sko, bara alveg sama hvað það var, ég fæ mér vatn, þetta vatn er ekki nógu kalt, skilur, eða bara you name it, það er bara svona fyrsta sem poppar upp í hausinn á mér, bara frá því ég var bara mjög lítill, hefur bara verið eitthvað neikvætt, sko. Og já, það var brjáluð vinna að breyta því, sko. Bara brjálu vinna. Þú getur ímyndað að þú ert bara búin að gera eitthvað í 25 ár, skilur. Og þú ætla bara að fara að breyta því allt í henni, skilur. Það er bara ekkert grín, sko. Það er bara hægra setni gert, sko. Já, það bara var ógeðslega erfitt, sko. Varstu þá að grípa hugsanirnar og challengea þær, eða varstu að reyna að hugsa meira jákvætt, eða varstu að væntanlega hefur talað með einhvern eða skrifa eitthvað niður, eða Já, ég gerði núna alltaf þessu. Og og ég man, fyrsta skipti sem að ég svona átta mig á þessu var þegar ég í bíó og ég er að fara er að fá mig pop fyrir myndina og ég ætla að fá mig gos með
og ég hugsa bara að mér langar ekki í gos úr vél, maður ekki mikið gósi, maður ekki vera gott og ég hugsa að ég ætla að fara inn í sjálfsalan og fá mig gos í sjálfsalan og ég sitt pening í sjálfsalan og vel einhverja Pepsi-flösku og sjálfsalan spýtur henni út og svo er þetta eitthvað svona ný típa af sjálfsala og leiðan bara spýta út flöskunni að það gefur svona vélræn rödd sem að segir takk fyrir að velja ölgerðina og það fyrsta sem kemur upp í hausinn á mér er bara grjóthalt þú kjaftið þetta helvíti sjálfsalið og svo bara tek ég Pepsi mitt og er að labba í burtu og ég hugsaði bara Davíð, hvað er að þér? Af hverju er þetta fyrsta sem þú hugsar? Og þá fór ég svona markvisst að skoða þetta og þegar breytingin fór að eiga sér stað og það þýðir ekki að þetta bara hætti þetta er automat, þetta er bara prógram þetta er bara forrit sem búið í gangi í hausnum á mér og ég man einhvern veginn ég var svona snemma 2013 þegar ég áttaði mig á því að það var ekki nóg bara að hætta að drekka eða hætta að nota fíkniefni, ég heldur þurfti svo margt annað í lífinu að breytast og ég fattaði til dæmis að bara hreyfing er ógeðslega mikilvæg og af hverju er ég ekki að hreyfa mig þannig að ég byrja að hreyfa mig og fyrir í einhverja fjárþjálfun hjá einkaþjálfara og mæti klukkan 6 á morgnana og stiga vélina, brenna og mæti svo seinnipartinn að pumpa fyrir hann spilinn og ég er einhvern veginn seinnipartinn í World Class í Laugum og sitt í einhverju tæki og er bara eitthvað að lifta og inn í World Class Laugar labba einhverju 3 gæjar, einhverju svona spaðar skiljum með eitthvað svona keðjur og eitthvað svona töffarar og þeir labba þarna og eru með eitthvað svona töffaralabb, eitthvað skiljum veit ekki alveg hvernig það er en alltaf það, og svo kom einhverja stelpur til þeirra og þau eru eitthvað að spjalla og eitthvað að hlæja og bara eitthvað að hafa gaman og ég er að fylgjast með þessu og það fyrsta sem ég hugsaði bara djöfusins aumingjar og lúserar og hvað er bara drullan sem að vall upp úr inn í höfðunum, það bara ég á engin orð, og svo bara sem ég bara brá, bara krossbrá og ég bara, reif í handbremsuna og bara hætti að horfa og bara, lokaði augunum og sagði bara, Davíð, hætti þessu kjaftaði, þú þekkir þess að gæði ekki neitt, þetta er bara flottist strákar, góðu formi, þú eru með fallegt hjarta og góða fjölskyldu og vini sem að elska þá og bara farið þeir í friði, og svo bara búm, var það farið og þetta varði í rauninni ferlið, að alltaf þegar ég stoppaði mig á að fara að hugsa neikvægt, að þá þurfti ég bara að taka handbremsuna, núlla mig og fara, alterneita þessum hugsunum yfir í jákvæðar hugsanir og það var bara ógeðslega erfitt fyrst af því að þetta var allan daginn og ég var bara að þessu allan daginn bara nánast í hverju einasta sem ég var að taka mig fyrir hendur og síðan bara allt í einu er ég bara að þessu hálfan daginn og svo bara 3 ára dag og svo bara árin ég veit af að þá er það fyrsta sem ég hugsa þegar þú labbar inn bara djöðlega Beggi flottur, ég er búin að sjá hann á Instagram en hann er bara alveg flottur í real life og það er fyrsta sem ég hugsa skilur, og kemur inn og vákaði spenntur fyrir þessu podcasti og í staðin fyrir að vera kvíðinn eða stressaður eða bara vákaði spenntur, þetta verður ekki gaman þannig að þetta verður svona á nýja prógrami en búið erfitt búið erfitt að endur prógrama sig Já, skrifa bara nýja sögu basically. Já, akkurat og endur prógrama sig, já, klálega og pældi hvað eru líka margir sem er ekki meðvitaður prógrami sem þeir eru að fylgja Já, einmitt og hvað er mikilvægt að grípa sjálfa sig Akkurat þekkja sjálfa sig að speitur af hverju hugsaði þetta einmitt grípa sjálfa sig þegar maður bara fyrsta sem kemur upp er bara Akkurat við erum öll með einhvers konar svona hugsunarvillur skilur bara í mjög miklu mæli skilur bara við einblunum meira á neikvæð tökum stundum hlutunum persónulega leysum inn í hugana fólk skilur Akkurat stökkum á einhverja niðurstöðu katastrófum eins og margir þekkja bara heyrðu sagði eitthvað eitt í viðtalinu fuck, það mun allir hætta að hlusta podcast shit maður, ég mun ekki það mun allir bara hætta líka með og ég er bara enda götunni og bara, já, bara út af því að við erum allir með einhvers svona level að þessum hugsunum þannig ég held þessi mjög og þau tengjast einhverju sem er ennþá flóknara á dýpra leveli og okkur svona þannig ég held þessi, já, mér finnst það mjög vel gert að grípa sjálf sér og eins og segir, þá er þetta konstant líka
væntanlega ert búin að grípa sjálfa þig oft og líka bara undanfarið, þú veist, þannig og vá, þetta bara ongoing, þetta ekki bara, ég gerði þetta í 2 ár og nú hugsa ég aldrei neikvægt, skilur við, alls ekki þannig, skilur við, og ég bara, þetta hljómar sem að sé hérna einhver munkur eitthvað sem gerir aldrei mistök, sko, en það bara alls ekki þannig, lífið mitt bara stútfullt af mistökum, stútfullt, sko, og það enn þann dag í dag stútfullt af mistökum. En ég bara að reyna að gera mitt allra besta til þess að gera mistökin eins fá og ég mögulega get og þegar að ég geri mistökin að setja kassan út sko og taka ábyrgð á. Já, nákvæmlega. Ekki berja sinni yfir fyrir þig og svona. Nei, heldur bara að taka ábyrgð á því að ég var að gera mistök og bæta fyrir það sko. Bæta fyrir það fyrir sjálfa mig og ef ég gerir mistök á hönd einhvers annars að reyna að bæta þeim það upp líka sko. Algjörlega. Þannig að þú hefur verið kannski ómeðvitað, bara bitur í rauninni og kannski smá ekki, sko, hvernig getur maður orðað fjandsamlegur í þannig að bara fyrst kemur í svona bara dálítið fjandsamlegur, ég held að það sé bara að vera það. En þú náður að grípa sjálfu og snúa því við með því að axla ábyrgð í rauninni. Já, og svona bara þú veist að transforma bara svona meiri kærleik sko, heldur en einhverju neikvæði sko. Og ég er svona búið að vera svona alsmerki mitt síðustu ár að þú veist, reyna bara að gefa þessi kærleik sko. Og það er mikið fegur í því, sko. Algjörlega. Hver eru uppáhaldast tilvitnunin þín? Af hverju? Þau eru eiginlega 2. Okay. Það er önnur svona íþróttatengt og svo er önnur svona meira lífstengt, sko. Og íþróttatengta tilvitnunin er strákur sem heitir Arnar Ragnarsson, hann er að hlaupa þjálfari og er að þjálfa hlaupa bootcamp og hann sagði eitthvað um mig þegar við vorum að hlaupa saman og ég var að deyja, bókstaflega að deyja að þá sagði hann mig, Davíð, make it count og ég bara, þetta resignataði svo bara í, sko, allir í sálunni minni, sko, og alltaf því ég er í einhverju svona íþróttatengdu, þar sem ég er algjörlega að gefast upp, að þá segi ég alltaf í sjálfum mig, make it count, af því að ég er búin að frábært dæmi, maður er kannski að stefna á PBA 10 km og maður er á peysi á kilometer 8, maður er að fara að ná þessu, en maður er, það er sortna fyrir augun á manni, skilur við, og maður getur ekki meira. Og ég til dæmis lenti þess að ég var að PBA hérna í 5 km daginn og það var hérna víðavangslaup ír sem að ég held eins og heiti viðvaningslaup ír og fannst það voða skrítið að vera með hlaup sem heiti viðvaningslaup ír en allt í lagi, víðavangslaup ír og hann hlaupið hann á Sæbrautinni og snúið við hann rétt við Íslandsbanka og hlaupið svo á Hörpunni og svo fyndi ég hvernig hausinn á hann virkar og ég er bara hérna byrjað á hratt eins og gerist oft í svona hlaupum akkurat og ég er sem sagt búin að snúa við og er hérna aðeins fyrir aftan aktu takti á Sæbrautinni og ég lít upp og ég sé Hörpuna og ég er með svona, allir ég með svona 197 hartreit eitthvað leys og ég er að lognast út og ég sé Hörpuna og mér bara fallast hendur sko, af því það er svo langt í Hörpuna það er svo ógeðslega langt sko. Og svo lít ég úrið og ég sé að ég er búið með 3,8 þannig að þessi ógeðslega langa vegalengd, hún er bara 1,2 kilometrar og ég sagði bara, 1,2 kilometrar eru bara 3 hringir á hlaupabraut og þú fer létt með 3 hringi á hlaupabraut og þá allt inn í öll þessi bugun og allt þetta dæmi, það bara hvarf sko. Og þá ákvært á þeim mómenti bara, Daði, make it count þetta sem hún búin að hlaupa hinga alla þessa vegalengd og allur sásökin og ruglið sem hún búin að þóla núna í síðustu 15 mínútur eða whatever sem það er að bara make it count sko, ekki gera þetta allt saman til þess að síðan að þú nærði ekki markmiðinu og þetta ágættur að skipta máli skilur. Þannig að svona íþróttatengt quote hefur sko make it count hjálpað mér óbúslega mikið. Eitt punktu varandi það að það er einmitt þetta augnablik og þetta festist eins og rými, hún hlusta Anni Mist í podcasti og þegar hún lendir þessu augnabliki þá hugsaður hún, hérna gefast það upp, hérna held ég áfram. Já, einmitt. Og maður á þetta,
eins og þegar maður að hlaupa, eða maður að taka hundiræðingur, hausin bara að segja, hægðu á þér helvitið, hvað ert að gera, þetta er alltof mikið eftir, þú ert bugaðir, þú ert of þreyttu, þú mátt alveg slaka þess á, skilur mig bara, eins og, það var minna að vera heimildamynd hjá, konin sem syndi ermasundið, íslenska konan. Já. Og hún var búin að, hún syndi held ég á bara með lengsta tíminn sem verið sund ermasundið á. Hún heitir heimildamyndin heitir Þegi og Syndi, mælum með að horfa á hana. Okay. Hún var bara að synda, manni, 20 klukkutíma og síðustu 12 tíma var búin að næra sig á Milka og kók og var bara, mögnuð íþróttamanneskja. Hún var alltaf svona, hún verið marathon genn tíðina og var alltaf klárað, aldrei verið upp á einn tíma, bara klára. Síðan hún var að koma og hún verið eitthvað kvarta, hún var svona mjög lítið eftir. Þá kemur skipstjórinn bara eitthvað, what is she saying? Hún segir eitthvað, she's saying she wants to give up. Þá manni ekki hvað hún heitir og sagði eitthvað, Sigrún! Shut up and swim! Bara haltu kjaft og syndu. Ég vissi bara að það var lítið eftir, haltu kjaft og syndu, sko. Ég held að þið eru allir að, þú veist, og því að þegar maður hefur tekið æfingu, eða keppni, sem maður hefur ekki látið þessari rödd yfirbuga sig, hægt á sér eða sagt bara, já, rétt hjá þér og svona, það mæti væri mark og maður sér alltaf að mikið eftir því. Akkurát. En síðan þegar maður fucking pussa through, make it count, þá er maður þvílíkt ánægð með svona sig. Ángriðs. Tjúvill er maður ánægð með svona sig. Bara, veist, þá kassin út, sko. Þá kassin út, sko. Bara, ég vann sjálf á mig, sko. Akkurát, sko. Það svo geðvægt, sko. Það nefnilega geggjað. Já. En já, það var smá innspil inn í... Já, skemmtilegt. Hinn tilhörnin svona lífstilhörnin, sko. Já. Og búin að, svona, breytti aðeins sín minni líka á heiminn. Okay. Ég sá ekki staðar að, það var kóta, it's not happy people who are thankful, it's thankful people who are happy. Og þetta resignaði svo vel í mér, veist, ég var svona nýlega farin að substituta út einhverju svona, hvað að segja, öfund og svona bara, já, neikvæðum hugsunum yfir í, sko, að þróa með mig bara þakklæti, sko. Og vera þakkláttur fyrir hlutuna sem ég hef og þakkláttur fyrir staðan sem ég er á og þakkláttur fyrir svona leiðina sem ég hef farið í staðan fyrir að vera eitthvað svona já, svo frábært dæmi, ég á æskuvini mínir eru ótrúlega gæjar og svona búin að fara allar svona réttu leiðina í lífinu, skilur, þau bara fóru kláruðu hagaskóla sama tíma og ég, svo fóru þeir bara í MR og svo fóru þeir í fóru þeir í háskólan og fóru svo í master í Oxford eða eitthvað mjög virta skóla og fóru svo bara erlendis á vinnumarkað og fóru að vinna í einhverjum stórum fyrirtækjum og komu í aftur til Íslands og einhvern veginn svona, þessi uppskrift sem teiknuð upp á einhverju borði, þeir fóru algjörlega eftir henni og einhvern veginn eru búin að komast óbærslega langt á svona veraldlegum grundvelli, skilur. Þannig að þeir eru bara, svona veraldlega lífið þeirra er óbærslega flott og skipulagt. Og ég er alls ekki búin að fara þessa leið, sko, fór bara allt aðra leið. Og svo þegar ég er á þessum tíma að taka lífið mitt saman og svona að breyta og bæta, að þá einhvern veginn horfi ég til þeirra og hugsa bara, Daði, þú ert 15 árum á eftir þessum gæðum, sko. Þeir eru 15 ár á þig og þá er svo auðvelt að fara í eitthvað svona bara, hvað ert að spá maður og þú ert aldrei eftir að ná þessu og þú ert þú ert ekki flottur á þeir og bara bla bla bla, skilur. Og þá var svo falleg breyting hjá mér að sko vera ekki sár og svektur til sjálf mig fyrir leiðina sem ég fór, heldur sko að upplifa þakklæti fyrir því, sko. Og það var svo mikið frelsi, sko. Þannig að, já. Já, og líka sko af því að þegar maður hugsa þessu út, já, þá er bara ógeðslega ósanngjarnt að bera sér saman aðra. Já. Ógeðslega ósanngjarnt, því að það er svo mikið sem spilar inn í og þú veist, marga breytir sem spil inn í og í rauninni bara ef maður vill líða illa með sjálf sig, þá bara gjör svo vel og maður bara ber maður þessi saman með einhvern nú, af því að síðan myndir þú, segjum að myndir verja 15 árum mér en að ná þeim. Já. Ok, segjum að myndir ná þeim. Já. Segjum að myndir bara fara í háskólan og bara erast eitthvað góða vinnu og svoleiðis. Og er ég glad það? Það er góð spurning, en ég get lofað því að það er einhver annar sem þú berið saman síðan við þá, þú ert komið hangað, sko. Því það gerir þetta allir. Akkurat. Þannig að sama hversu flottu maður sér þetta sérstaklega með sko yngra fólk sem einmitt að, heyrðu, fokk, ég er ekki komið íbúð, ég er ekki búið með þessi háskólagráði, ég er á þessum stað í lífinu, en allir hinni vinni mínir eru, þú veist,
allir hinir vilja koma svo langt, koma miklu lengra en ég. Hvað er ég að spá, skilur mig? Og það er svo mikil svona skömm sem fylgir því og bara vanlíðan, skilur mig. Það er, þú veist, það er bara ekkert sanngjarnt, sko. Nei. Bara, og svona það sem ég læriði fljótlega var að vera ekki að byrja saman neitt nema sko mig í gær. Já. Byrja saman í sjálf sig. Já, og bara, veist, er ég er ég að fara aftur á bak eða áfram, af því maður er aldrei kjur. Bara, það er bara regla í lífinu að maður er aldrei kjur, sko. Veist, ef þú ert ekki að fara áfram, að þá ert að fara aftur á bak. Og þannig það var svo gott fyrir mig að geta bara verið að bera mig saman við sko, hvernig ég var í gær eða í fyrra eða veist, er ég á betri stað heldur en í fyrra og ef ekki, þá þarf ég eitthvað að skoða á hvaða svona projektur ég er, hver er stefna mín og ef hún er ekki að fara hærra en ég var í fyrra, þá þarf ég að breyta henni sko. Af því að þú getur líka raunverulega sagt til, þú ert með hæfilega góða mælingu hvort þú sért betri í dag heldur en varst í gær eða betri fyrir árið ekki. Þú veist eitthvað um það og getur hægt meira að segja. Akkurat. En það er svo margir leikir í lífinu sem fólk velur að spila og bara, veist, er ánægis fólk, er það actually ánægt? Ég meina, þú lítur upp til einhver frægseinstakling, stöku sem dæmi bara út af því að bara augljóst dæmi Tiger Woods, en hann var farslið út af maður, lítur okkur formanmargir upp til hans, held ég hassun í einhverlífinu, bara með allar þessar konur, búin að keyra fullur og stúta bílunum sinum og bara einhverjum livjum og svo framvegis. Viltu raunverulega vera Tiger Woods? Er það málið? Ertu ekki bara að sjá einhverja frægð og frama og ekki taka allt hitt inn í myndina? Þannig að einstaklingur sem maður er að bera sig við, maður er að taka svið sem er aðdáunarvert og bera sig saman við það svið hjá manni sem maður er bara ekkert sérstakur í, en tekur ekkert neitt annað enn í myndina. Þannig ég held maður vill í rauninu, ef maður hugsa lengra, vill maður ekki vera þessi einstaklingur sem maður ber sig saman við. En rétta mælingin er að bera sig saman við sjálfa sig, gera sér besta í að vaksa á hverjum einasta degi, það er leikurinn sem allir geta unnið. Því þá, það geta allir unnið í lífinu, það er ekkert bara einhver einn sem þú ert að bera þér saman við, þetta er ekkert leiðin, það geta allir spilað þennan leik, skilur mig. Þannig að það finnst mér finnst það allavega, ef maður er búin að hugsa þetta, mér finnst það bara rétta leiðin, því mér finnst ekki heldur rétta leiðin að bera sér saman sem hafa verðin maður sjálfur, sko. Í rauninni, mér finnst það ekki. Þú getur liðið vel í augnablikinu, þessi er miklu verið en ég, skilur mig, en þú veist, mér finnst bara besta mælingin að mæla sig, bera sér saman sjálfur sig. Þú getur alltaf fengið einhver svona motivation og inspiringu frá öðru fólki, það er hægt. Það er kannski ekki að bera sér saman við þá, en klárlega, það er í staðinn fyrir að kvarta við því hvert þú ert ekki kominn, samanborðið við einhvern samanburð sem þú bara velur og að vera frekar þakklátur fyrir vegferðina sem þú ert að fara á og vegferðina sem þú ert að fara á og stefna því að vera betri á hverjum minnsta degi og miða við sjálfa þig. Akkurat. Já. Það er uppskrift á góðum kókteil eða hvað sem við viljum kalla á að lifa hérna. Kalla það. Lífskókteil. Lífskókteil. Hvaða nýja trúvenjaða hegðun hefur bætt lífið hvað mest undanfarin ár? Nýja trúvenjaða hegðun. Það er bara búið að vera svo margt, sko, maður er alltaf búin að koma inn á rosa margt, sko, þannig að þessi hluti sem ég er búin að vera að koma rosa mikið inn á er búið að hafa, búið að bæta lífið náttúrulega, sko, bara 1000-falt, sko, maður er einhvern veginn, lífið mitt er búið að stökkbreytast, sko, bara á síðustu 10 árum, það er búið að stökkbreytast, sko, þannig að, einhvern veginn, þessar hugafarsbreytingar og þetta er náttúrulega búið að hafa gríðarlega áhrif, sko, en ætli svona markviss hreyfing og svona steady ongoing hreyfing sé ekki búið að hafa svona ein mestu áhrif á mitt líf, sko. Þetta er líka að segja það, sko. Að vil ekki skilja það eftir útundan, sko. Nei, algjörlega. Það er eins og þú búin að tala það er þessi bara trú á heiminn, það er viðhorfsbreyting, það er meiri sjálfsþekking, öðru sér sín á lífið. Já. Fara að vera svolítið úr því að vera ómeðvituð saga sem er sorgarsaga og fyrst það að vera meðvituð saga sem er að stefna í sigursögu, skilur mig, eða er sigursaga fyrir þig. Akkurat. Og margt þar inni og hreyfing og það er alls konar sem við erum búin að fara í gegnum, sko, og þú náttúrulega ert í þríþraut. Hvað náður í PB hann í hlaupunum daginn? 20-40. Já. 5K.
Það bara svo gott. Já, það bara ágætt. Já. Ég var bara nokkuð annað með það. Ég átti 21, eitthvað 50. Já. Þannig að var 20-40 og var bara ánæður, sko. Já. Farið í einhver þórpróf sem dómarar, væntanlega? Já, förum í þreggpróf og það er ekki mjög krefandi. Nei. Því miður, væri til að hafa þess meira krefandi. En kannski verða það í framtíðinni. Staðan á dómarahópnum er náttúrulega kannski ekki frábæra. Það er rosa mikið af mönnum sem eru að nálgast 50 eða eru komnir yfir 50. Þannig að hafa eitthvað svona gríðarlega erfitt þrekpróf, þá eru þessi kalla bara að fara dett út. Eða svona flestir af þeim allavega. Þannig að, já. Þarf maður ekki að vera svolítið þegar maður er dómari? Já. Það er nú ímyndað að kannski öðru sé að vera fótboltadómari heldur en körfuboltadómari. Má náttúrulega lítið segja við dómara, það ekki? Já, það er alveg eins. Að vera fótboltadómari og að vera körfuboltadómari, í grunninn er það alveg eins. Mætti ég láta þig heyra það? Ef ég er bara ósáttur, mætti ég láta þig heyra það á svona, ég myndi ekki segja að það er fáið eða eitthvað svoleiðis. Nei, hvað myndi segja? Ég myndi segja bara, ég er ekki nú ánægður með þessa ákvörðun, það var röng dómgæsliðar eða eitthvað, skilur við, ég myndi láta mér heyra eins og leikmenn eru. Já, það er hérna, þegar þú segir þetta, ég er ekki nú ánægður með þessu ákvörðun, mér finnst þetta að vera rangur dómur. Bara, Mætti ég segja fuck off? Nei. Hvað var það að tækna við þetta? Já, það var, eða kannski bara brottrekstur, það er svona full gróft. Stundum í fótbolta er bara fuck off. Já, og það er sko, þetta er náttúrulega aðeins öðruvísi í fótboltadómgæslu og körfuboltadómgæslu. Það er svona, manni finnst vera meira svona, já, svona bara alþjóða körfuboltalega sambandið hefur gefið út svona, stífari ramma þegar kemur að hegðun leikmanna og þjálfara heldur en er í fótbolta, sko. Já. Þannig að, það sem er kannski, þegar menn segja fuck off í fótbolta, þetta er ekki boðið í körfubolta. Þannig að, svona hegðun leikmanna og þjálfara er oft, til dæmis maður sér oft í fótbolta, dómarinn dæmir eitthvað, og þá koma 8 leikmenn bara hlaupandi og bara putti andlit og bara mjög aggressiv. Þú sér þetta nánast aldrei í körfubolta, aldrei. Og ef þetta gerist, að þá bara, er tækniðilla og bara, skilur við. Meiri rammi og kannski virðingana í körfuboltanum. Já, mér líður þannig, á þess að hafa dæmt fótbolta. Nei. En mér líður þannig. Ég veldi bara fyrir mér svo dómar og þegar ég tala það sem ég ætla að spyrja, þú þarf örgulega að vera, ímyndið er að það gerist eitthvað inn á fótboltanum til dæmis. Nú er ég bara því ég þekki fótbolta. Og það kom einhverju áttagæ, það er brotið, hugsaðið brotin í vítateig, og kom einhverju áttagæ og hlaupandi að hérna. Akkurat. Bara getan við það að taka ákvörun, vaffist það sko og exklúta þessa tilfinninga, heldur bara sjá hvort það var vítið ekki, pjúr. Það krefst örgulega ansi svona, þetta er ákveðin hæfni sem þarf til þarna, held ég. Já, og svona bara staðfesta, sko. Já. Með sjálfum sér, sko. Að geta staðið bara með sinni eigin ákvörun, sko. Já. Og já, þannig að, og svo er þetta, og kannski ég myndi segja, einn helsti munurinn á körfubolta og fótboltadómgæslu er að svona fótboltadómgæsla fær maður stundum svona smá tíma til þess að processa hlutina. Það gerist eitthvað, það er brot og það líður 1, 2, 3, 4 og svo búm, kemur ákvörðun. En í körfubolta er þetta ekki svona. Það er bara bam, þú varst bara að taka ákvörðun á sko spottinu. Já. Og ef það líða 2-3 sekundur, þá ertu bara búin að missa gluggan. Já. Skilur við. Og svo núna er Dominos körfuboltakvöld sem er svona þáttur á Stöð 2 og nánast allir leikir sýndir, allir leikir eftir kalla sýndir og allt rýnt í þaula, 5 kamerur, alls konar sjónarhótt og fullt hús af fólki og brjálulæti og lítið eftir og mikil spenna og svo gerist eitthvað sem ég þarf að taka ákvörðun á á millisekundur og svo er það allt saman grynt í þaula í einhverjum sjónvarpsþætti og svo er þetta svona Facebook spjall þar sem allir eru að tala um þetta og Twitter og þetta er alveg, þetta er hvað að segja, þetta er orðið tímt maður, svona yfirþyrmandi kannski. Nei, svona það sem er að kasta á mann, svona áreiti bara. Áreiti, takk fyrir, það orðið sem að leita bara brjála áreiti, sko, og svona já, bara erfitt, sko. Þetta er óbúslega erfitt starf.
maður þarf einhvern veginn ekki að vera mjög maður þarf að bæla, af því að þegar maður fara áreiti þá maður alltaf að fara í vörð og vera tilfinningar og tilfinningar spila sér, maður þarf að setja það bara, að reyna að hafa það bara niður í kjallara, sko. Já, og sem bara oft mjög erfitt, af því ég til dæmis bara óbúslega mikið tilfinning að vera, sko. Og bara eitt stórt búnt af tilfinningum og getur oft verið mjög erfitt að einhvern veginn bara húlla þetta allt niður og setja þetta í hliða, sko. Já, ég veit líka fyrir mig, sko, koma áttakur að ræði bara hérna, auðvitað ríði þig bara svo, sem er ekki árás á þig, skilur mig þar, veist. Þetta er örugglega, ég vil bara hugsa þetta fyrir þáttinn, sko, bara svona, hvernig er það dómar? Það er örugglega ógeðslega krefjandi og ég hef örugglega verið óþolandi leikmaður þegar ég var leikmaður, sko, við dómara, sko. Örugglega, sko. 100%. Örugglega. Alltaf töðandi. Ímyndaði þér að var ekki hægt að dæma þig og getur satt var einnig skoðun sem gæti verið túlkuð sem óvinsæl af öðrum. Hver var þessi óvinsæl skoðun? Vá, sko, þetta er erfið spurning, maður. Já, ég er svona smá drawing blank, sko. Ég er, ég er held í sig með þetta, sko. Okay. Ég er ekki mikið fyrir að flokka, sko. Okay. Og það er, svona, hvað segja, líklega þessi óvinsæla skoðun. Og já, það er bara mér finnst það og það er verið að setja núna papparör í plastskýr í lát og þetta er allt saman mjög grænt og verið að reyna að vera að banna plastpoka í bónus og ég þoli það ekki, sko. Þoli það ekki, sko. Og það er mér finnst bara óbúslega næs að fá poka og svo getur sett hann í rusli mitt, skilur, af því að mér finnst það þægilegt, sko. Þannig að já, ég myndi segja það. Þetta væri svona líklega svo skoðun sem að ég er ekki rosa mikið að flagga. Nei. Af því hún er óvinsæl. Já, það er bara, ef maður er ekki að flokka, þá maður bara, hvað er að þér? Akkurat, þá maður fá þetta, sko. Ég er alltaf fyrir mig líka með þetta pókavísin, sko. Þá kaupir maður nýja plastpoka, eru þeir plastpokar skárri, síðan ákomur einhver mægis plastpokar og nota þá oftar, þá var þetta bara, þetta er flókið, sko. Já, þetta er vesen. Ég held að það gerir fólk svona akkurat, og þetta er mitt flókið og svona vesen og það er svo auðvelt að detti eitthvað sem er þægilegt, sko. Já. Og maður vill einhvern veginn bara hafa hlutina þægilega, sko. Og hitt er svona einhvern veginn hitt er bara erfiðara, skilur. Og ef maður er og kannski ef ég myndi kynna mér til þaula myndi heimsýnin minn snúast á þessu, en ég bara hef ekki gert það. Nei, og tekur bara tíma og kannski einn daginn verði ég flokkunarmeistarinn, veit það ekki, en ég er ekki þar í dag. Nei. Og það er þannig. Já, sem má alveg, sko, síðan er þetta, taka svo marga breytur inn í þetta, en bara, þú veist, ég vil bara kjötneysla eða samgöngur eða, þú veist, hversu oft fyrir flugári, hversu mikið notar bíli, þetta er svo margt. Akkurat. Maður veit ekki hvað eins og plastpoki stuðlar að miklu, sko. Ég held að sé margt sem þú getur gert sem, sko, stuðlar að miklu meira, til dæmis. Algjörlega. Mér magna, ég sá vídeo með Hans Rosling. Já. Hann var að kenna í sænskum háskóla. Og hann sagði að hann spyrði alltaf nemynduna sína hversu margir hann notuðu ekki bíl. Og þetta var svona grænn tími, skilur. Og rosa margir, alveg rosa stoltir bara, ég nota aldrei bíl. Og og þá segir hann, ok, en hversu margir hann nota ekki þvottavél? Og svo sagði hann, not even the hardcores in the green movement don't use a washing machine. Og mér finnst þetta svona áhugavert að, veist, maður einhvern veginn fer stundum í eitthvað sem er, og maður svona blæsi út, sko, verður rosa stoltur, já, ég er rosa duglegur að flokka, en ég líka rosa duglegur að panta með föt á netinu, líka rosa duglegur að fara til útlanda í flugvélum og ég líka rosa duglegur að gera alls konar stöf, skilur, sem er ekki gott fyrir umhverfið, en ég er bara rosa góður að flokka og ég upplifi það stundu sem svona smá eins og friðþægindu. Friðþægingu, sko. Maður sem bara, að því að ég er að flokka að þá get ég alveg lyft mér að gera allt hitt, skil.
Þannig að það svona, stundu smá upplifunum mín. Já, algjörlega. Mér finnst erfitt að tala þetta, sko. Já, þetta náttúrulega bara, þetta getur verið hittamál. Já, algjörlega. Fólk ekki sammála öllu. Og ég sammála með þessa friðhelgi, sko, eins og bara fólk sem borðar ekki, ég allan upplifa það, borðar ekki kjöt og mjólkur og svona, þá var ég bara ég býð ekki mál, hvað ég gerir restina? Ég ætla bara að leggja mitt af mörgum þarna. Sen fullt af einhverju sem ég get lagað, skilur mig. Sér velum maður bara líka, auðvitað, maður velur sína baratur, en auðvitað vil maður ekki eins vel og mögulega hægt en maður tekur það bara líka í skrifum og þarf að finna ákveðna hvatningu fyrir því og það tekur tíma. Og kannski einn daginn, mín eftir að opnast varandi þetta, maður veit það ekki. En þá myndi ég fikra, algjörlega. Og ég held samt að umhverfis málin, að við þurfum að hætta að segja berga plánundinu og sem að fyrir að berga þau sko bara komandi kynslum, bjargaði mannverðinu, sko. Ég held að hvaðin sé ekki alveg, plánundan spjara sér 15 okkar, sko. Það er bara sannar sínur og sannar, hún reyna að drepa okkur bara allan tíma, sko, alla daga. Þannig að ég held frekar sem að bjarga mannkyninu en ekki plánundinu. Ég held að það sé sterkari hvað, það er allan nærmanni. Því maður sér bara, það er svo fjarlægt manni, en samt það þetta er erfitt. Þetta er óþægilegt. Við skulum bara sleppa þessu. Við skulum bara fara í næsta, sko. Síðan spurningin, ef þú mættir einungis koma einu skilaboði á framfæri út lífið til annara einsleika, hver var þessu skilaboð? Þau væru svona mikilvægi þess að temja sér sjálfsást og það er svona eitt af mesta sem ég ströggla við í gegnum lífið að búið að vera svo mikið sjálfshatur, sko. Brjála sjálfshatur, sko. Og það búið að hafa svo óbóðslega mikil svona neikvæð áhrif á mig, sko. Og sem búið að svona fara yfir í svo mikið að neikvæðri hefð, sko. Og neikvæðum venjum, sko. Já. Því að rosa auðvelt með að gera stöff og hef átti gegnum tíðina og ég ætla að fá að endur orða þetta. Ég átti rosa auðvelt með að gera stöff fyrir aðra. Skilur, ég átti rosa auðvelt með að, ef ég átti kæristu, átti rosa auðvelt með að gera stöff fyrir hana, en ég átti rosa erfitt með að gera dót fyrir sjálfa mig, sko. Og frábært dæmi, ég er kannski að flytja á nýja stað og ég er að flytja með kæristu og þá finnst mér ekkert mál að fara í IKEA af því að ég er að gera það fyrir hana, skilur, en ef ég er að flytja einn á nýja stað, að þá kannski líða 4 vikur, 5 vikur, 6 vikur eða whatever, þá kannski fyrir IKEA, af því ég einhvern veginn, ég nenni ekki í dag, ég gera á bara morgun, veist það einhvern veginn svona, náði ekki að gera stöff fyrir sjálfa mig, skilur. Og það var rosa mikið breyting að upplifa það að gera, að elska sjálfa sig, sko. Og já, þannig ég myndi líklega að vilja koma því á framfæri, hvað væri mikilvægt að svona temja sér sjálfsást, sko. Með því að velja að gera hluti fyrir sjálfa sig og taka ákvörðun fyrir sjálfa sig líka og... Já, veist, og ég held að þessi svona spurningum orsök og afleiðingu, veist, að ég er að gera, ekki að ná að gera hluti fyrir sjálfa mig af því að, veist, það er svo mikið svona, að því það var svo mikið svona sjálfshatur í gangi. Já. Skilur hvað þið? Þannig að það fyrst að breyta því, veist, að það fyrst að koma sjálfsást til þess að maður geti farið að gera hluti fyrir sjálfa sig, en ekki til þess að geta farið að gera hluti til að þóknast einhverjum öðrum eða að gera aðra glaða, heldur fókusa á nummer 1, 2 og 3 að gera sjálfa sig glaða og geta síðan þaðan svona spread the love, sko. Þannig að, já. Og það krefst að grípa sjálfa sig þegar maður er með svipun á bakinu á sér. Til dæmis. Rosa góður með svipun á bakinu, sko. Við erum bestið því, sko. Við viljum að góða í því, maður. En við myndum ekkert setja svo svipa á okkur Nei, alls ekki, sko. Alls ekki. Við erum okkur hörðustu húsmóndar, sko. Já. Það er nefnilega. Einmitt, sko. Og ég finn það sérstaklega sem með þjálfun, ég er að þjálfa bootcampi sporthúsinu og rosa góður að leiðbeina fólki að fara varlega og hvíla vel og huga teygjum og alls konar svona dóti. Og svo finn ég bara, veist, ég er kannski að fara á 10. æfingarna mína á 7 dögum og ég er að drepast, sko, allstæðri líkamannum, en ég er bara verður að fara á æfingudag og verður að, eitthvað neginn, næ ekki að transitiona þessi, sko, yfir á sjálfa mig, sko, eða aftur náði ekki að transitiona þessi yfir á sjálfa mig, en svona búið að vera mikið breyting á því. Þannig að breyta sjálfshatri í sjálfsást. Já,
ef það er fyrsta skrifið. Já, einmitt. Algjörlega. Fín lokaorð. Eða ekki? Jú, Davíð, bara yndislegt að fá að tala við þig og fá að heyra þína sögu og hvaða mann þú hefur að geyma og hverju þú hefur trú á. Já. Þannig að er einhver stað sem fólk getur fylgst með þér að þú náttúrulega að tala þetta innra samtal við alls konar fólk eða ekki? Jú, nú ég að koma, búin að vera að lansa nýju fyrirtæki sem heitir DT Fyrirlestrar og ég að fara með fyrirlestra inn í fyrirtæki og inn í skóla og að tala við og inn í íþróttafélög og bara you name it og að tala svona mikilvægi heilbrigðs hugafars og hvernig fyrirlesturinn heitir innri samskipti og snýra því hvernig samskipti við okkur sjálf eru, hvernig þetta innra dialog og hversu mikil áhrif það að hafa á manns ytri samskipti og bara almennt á lífið, og þannig ég svona það sem maður að gera, samhliða því að vera bootcamp-þjálfari og vera körfuboltadómari. Já, þannig að nú boltum að sinna. Já, og mér líður svona best þannig að vera með nóg að gera, Algjörlega, þannig að endilega bara tjekka á því, þeir sem áhuga á nálgast þið bara á ég með heimasíðu sem heitir davidthomas.is og það hægt að fá allar upplýsingar af þetta. Frábært. Og bara endilega kíkja á það. Það ekki, kynna sér þetta. Herðu, annars bara takk innilega og gangi ég vel. Já, takk svo mjög, Pekki mín.